Hvað gerum við hér? Deiling, 2 algebrubrot. Heyrðu, ég var að prófa þátta. Það virkar yfirleitt til þess að hjálpa okkur. X og x, það er x í öðru, plus og plus, segir mér plus og plus. 6 hér eru 1 og 6 eða 2 og 3. 5 hér, þetta er augljóslega 2 og 3. Ég er að þátta svolítið hratt. Ef þið viljið skoða það betur, þá er ég fullt af myndböndum þáttun. Hér 2x og x, plus og plus, segir mér plus og plus. 3 hér, segir mér þetta er 1 og 3, en ég þarf að fá 7 hér. Þannig ég fæ annarkvort, tökum hérna þessi burtu, ég fæ annarkvort 1 og 3 eða 3 og 1. Ef ég set 3 hér, þá fæ ég 1 sinni 2 og 3 sinni 1, það eru 5, passar ekki. Ég þarf að setja 3 hér, þá fæ ég 6x og 1x, það passar. Höldum deilingunni hérna, x og x, get ekki tekið út fyrir svega, mínus hér, segir mér plus og mínus, hvað er 6, 1 og 6, mínus, plus og mínus því þegar mismunurinn er 1, af því það er mínus x hérna. Þá er þetta mínus 3 og plus 2. Af því ég fæ mínus 3x plus 2x, það eru mínus 1x í miðunni. Plus 2 sinni mínus 3 er mínus 6. Hérna, 2x og x. Ég á að fá mínus 3, þannig að þetta er augljóslega 1 og 3 og plus og mínus, en hvað er hvorum megin? Nú á ég að fá 5x, muniði. Ef ég gerir 3 og 1, að þá fæ ég 2x í öðru, passar, ég fæ 6x og 1x. Þar þá ekki þetta verið mínus og þetta í plus. Því þá fæ ég x í öðru, 6x, 1x, 6x í mínus plus 1x er mínus 5x, þetta passar. En nú þarf ég að passa mig, þetta er deiling. Hvað gerir ég þá? Jú, þá skrifa ég þetta aftur. Fyrra brotið óbreytt. Breyt engu. Það er að vanda mig pínu við að skrifa þetta eins. Nú ætlum ég að breyta margföldunin í deilingu. Nei, hérna deilingun í margföldun segja. Og þá vikslast þetta brot. Það sem er fyrir ofanstrik, x plus 2, x minus 3, fer undir strik. Og það sem var fyrir neðanstrik fer upp á strik. 2x plus 1, ég nota í raun margföldunar andhverfu brotsins. Og nú er þetta eins og þetta sé bara á einu striki og ég má bara stytta út. X minus 3, x minus 3. Það er 1, það er 1. 2x plus 1, 2x plus 1. Ég fæ 1 og 1 út úr því. X plus 3, x plus 3. Fæ 1 og 1 út úr því. X plus 2, x plus 2. Ég fæ 1 og 1 út úr því. Þetta er bara 1 sinni 1 sinni 1 sinni 1. Það er 1. Delt með 1 sinni 1 sinni 1 sinni 1 sinni 1 sinni 1. Það er líka 1. Þegar ég stytti allt út eins og ég ger hérna, þá er svarið ekki 0. Það er 1. Af því ég fæ 1 út úr þessu saman. Hefði ég mátt þátta og snúa bæði í einu? Já, og sleppt hann í þessu milliskrefi. En líkurnar á þegar ég gera 20 í einu, þátta og snúa bæði í einu, líkurnar á mistökum eru alltaf aðeins meiri. X plus, nú ætla ég að þátta þetta, y með samagáreglu, x mínus y yfir x. Hér er ég ekki að þátta, þannig ég ætla að snúa strax, því ég þarf ekki að þátta. X deilt með y mínus x. Sett svig utan það. Nú má ég þátta x-ið á móti x-inu, passa mínusinn fer ekki við það. Má ég strika þetta út? Þetta er svipað. Nei, ég má það ekki, af því að þetta er x mínus y, þetta er y mínus x, það er ekki það sama. En hvað ef ég tek mínus út fyrir sviga hér? Það er að segja, geri sem sagt, y mínus x, ef ég set svig utan það og tek mínus 1 fyrir utan svigan. Mínus 1 sinnum, þá þarf að vera mínus y hérna, því að mínus 1 sinnum mínus y er plus y. Og þá þarf að vera plus x hérna. Og svo ef ég breyti röðin á þessu, þá verður þetta x mínus y. Þannig að ég ætla að stroka þetta út, af því ég nenni ekki að skrifa dæmið upp aftur, og skrifa hérna mínus, þá er þetta svona, x mínus y. Og nú má ég stroka þetta út á móti þessu, mínusinn á móti mínusnum, þetta var farið muniði á móti þessu, það er bara x
pluss y eftir. Það skiptir máli að kunna taka mínus út fyrir sviga því það getur oft hjálpað okkur.